Nú ætlum við að taka síðasta hlutan af þessari 3A skýrslu og það var þessi rás hérna sem við vorum að raða upp síðast og ég hef hana hérna í sjá, hérna eitthvað að verða að reyna að laga þetta til en ég ætla bara að loka þessu ef það hægt. Get það nú líklega ekki alveg strax. Sjá. Þetta skrítið. Ég hef ekki lent í þessu áður en sjá, hvað er þetta? Já, það er hérna þessi hér. Ok, ef ég loka þessu hérna, hvað gerist þá? Það lokar þetta ekki. Það reynir að sko vinna í því að færa þetta til, sem sagt. Hérna er fullt af ljósdíóðum og við þurfum að raða þeim þannig upp að það er endi sem sagt tengdar niður í mínus og ég ætla að sjá hvort að ég get ekki lokað þessu bara núna. Don't save. Svona. Og sem sagt, en sem sagt, rásin sem ég var með, hún leit út svona. Og við breadboard, þetta var hún. Þetta voru sem sagt 8 díóður, mismunandi lit og 220 ohma mótstöður hérna, tengdar út frá viðkomandi útgangi hérna. Og það sem við myndum reyna að gera til þess að klára þessa skýrslu var að útbúa skematiska mynd og þá er hún svona, þannig að þetta er talsvert mikil vinna að laga þessa mynd hérna og ég ætla ekki að eyða tíma í það akkúrat núna en sýna ykkur hvernig að ég myndi vilja enda með þetta. Það er kannski gott að snúa þessari rás á hlið þannig að við myndum enda með þetta svona og raða ljósdíóðunum upp þannig að þær verði tengdar hérna í mínus, í hérna ground og svo er að reyna að tengja viðnáminn hérna. Ein leiðin gæti verið hreinlega að aftengja í skematísku myndinni, aftengja öll viðnáminn fyrst og raða bara upp öllum ljósdíóðunum svona niður hérna og tengja síðan viðnáminn bara aftur og þess að raða viðnáminn hérna við ljósdíóðunar og síðan tengja þetta bara allt saman upp hérna aftur í skematísku myndinni. Það er kannski möguleiki að fara þá leiðina. Og sem sagt fljótlegasta leiðin. Hitt er náttúrulega hægt að færa þetta allt saman til þannig að þetta sé tengt en það tekur sennilega bara lengri tíma. En þetta er allt saman hægt. Og síðan ætlum við í lokin að skoða hérna spurningarnar þetta, þennan kóða hérna. Hérna er rauninni að skipta upp þannig, við erum með setup, sem sagt skilgreiningar hérna í byrjun á forritinu og það er verið að sem sagt setja þessa pinna sem útganga. Það er sagt hérna lowest pin er nummer 2 og síðan highest pin er 9 og þá er hérna verið að skilgreina sem sagt this pin sem útgang. Og að lokum þá er keyrslan sem sagt það sem að keyrir forritið, eiginlega aðalforritið sem keyrir hring eftir hring, sem sagt loop, það keyrir í lúpu eða í hring alltaf, endurtekur sig í sífellu og hér sem sagt
vinnur þetta forrit með tímasenkun á því að setja straum á útgangana eins og við sjáum hérna og taka af. Það stendur hérna turn this let on og svo kemur turn this let off og svo leis. Þannig að það sem set this pin high og svo this pin low. Þannig að forritið að kveikja og slökkva á ljóstíðunum með ákveðnum tímasenkun á milli. Þannig að hérna svona, skoðum bara lýsinguna á þessu almennt. Sem sagt að ljóstíðurnar, það kviknar á þeim, einn af annarri, frá vinstri til hægri og síðan fara þær út hver af annarri frá hægri til vinstri. Og síðan kviknar á einn í einu frá hægri til vinstri og svo fara þær út hver af annarri frá vinstri til hægri. Og svo endurtekur sig þessi ferill endalaust. Og þá getur þið skoða þetta og ef einhver hefur eða á til borð og getur prófað þetta, þá það alltaf frábært. En við skulum skoða betur lokin, spurningarnar. Og það spurt hérna í A-lið, einhver inngangur skilgreindur, eins og við sáum í fyrra forritinu. Eins og það var í fyrra forritinu, þá var sagt key pin 12, það var skilgreindur hérna að það var skilgreindur, til dæmis key pin var skilgreindur sem inngangur og hann hét key pin og svo LED pin. Í rauninni þá engin sérstakur pinni skilgreind, það bara sagt frá hvaða pinna og upp í hvaða pinna, þannig að það engin útgangur sérstaklega skilgreindur. Og þannig að það svarið hérna, nei, engin inngangur. Það engin inngangur, bara útgangar. Og hvaða pinnar eru skilgreindir sem útgangar, það sagt kallaði pinni 1 til 6 eða P2 til P9. Og hvað sem þetta gerir, það náttúrulega að þetta eru útgangarnir, þeir eru skilgreindir með þessum hætti. Og síðan lægsti pinnin, hann settur á 2. Númer, hvaða pinni kallaði lægsti, hann settur á 2, það hérna í kóðanum. Eða það talað það hérna. Konstant, hérna, það 2 og highest pin 9. Og hvernig eru útgangur skilgreindur og það gert með pin mode og þá this pin, hann sagði output sem útgangur og nafnið á útganginum, það þá hérna this pin, hann fær nafnið this pin. Sem sagt, við erum náttúrulega smám saman að reyna átt okkur á því hvernig að svona forrit eru uppbyggð og best að reyna að átta sig á svona skilgreiningum og hvað hvernig, hvort það eru skilgreindir sem inngangar eða útgangar fyrst og síðan nöfnin sem að þeim gefið og síðan náttúrulega alls konar tilfærslur í forritinu sem að þið getið svo prófað ef þið hafið búin til þess. En við erum að kynnast þessu leið og við erum að læra þarna í Cisco efninu en ég ætla að láta þessu loki núna með þessu að svara þessum spurningum í lok verkefnisins. Segjum það með þessu upptöku í bili.